Já, komið sæl aftur og velkomin til leiks með okkur í annarri deildinni í Íslandsmóti karla í körfuknattleik. Leikur dagsins IA á móti Ármann. Skagamenn eru sem stendur í 3. til 4. sæti í deildinni með 14 stig meðan Ármann í 7. til 8. sæti með 8 stig. Skagamenn búin að vinna 2 í röð og búin að vinna 5 af síðustu 6 á meðan að Ármann vann síðasta leik eftir að hafa farið gegnum 5 leiki án sigurs. Þessi lið mættust í fyrri umferðinni í Kennaraháskólanum í Reykjavík þar sem að leikar fóru þannig að Ármann bar sigur á bítum, þannig að það allt undir fyrir Skagamenn. En sjálfur heiti ég Hannibal Hauksson og með mér hérna í útsendingunni Jón Orri Kristjánsson sem við sjáum hérna á skjánum. Já, sælveri. Sáttugastæðir. Hvernig veist þessu mynd? Er þú geggið? Jú. Stjórn útsendingu Arnarsson og á myndavélinni hann Arnar Óðinn Arnþórsson. Afsakið hyggstið á þessu. Allt á hreinu. Allt á hreinu. En allt til reiðu. Við byrjum að kíkja kannski á liðin sem að spila hérna í kvöld. Þá sjáum við þau hérna á Skagamönnum Hjalti Ásberg Þorleifsson nr. 0, nr. 2 Jón Frímannsson, nr. 4 Axel Fannar Elvarsson, nr. 5 Jón Karl Kristinn Traustason, nr. 6 Gabriel Erb Guðnason, nr. 7 Tjas Malik Franklin, nr. 8 Arnar Smári Bjarnason, nr. 11 Elvar Sigurðarsson, nr. 12 Sindri Levi Ingarsson, 14 Þorsteinn Helgason, 15 Valdimar Ólafsson og 32 Jerome Tjad. Hjá Ármann nr. 4 Leifur Árnason, nýkominn til liðs við Ármann, nr. 6 Skafti Þorkelsson, nr. 7 Guðni Guðnason, nr. 8 Guðjón Hlynur Sigurðarsson, nr. 9 Brynjar Birgisson, nr. 10 Elías Jóhannsson, nr. 11 Ásbjörn Baldinsson Skagamaður, nr. 12 Þórarinn Óskarsson, nr. 14 Þorleifur Baldinsson Skagamaður og nr. 15 Arnór Fjarlason. Þjálfari Ármanns Karl Guðlaugsson og hjá Skaganum það Tjas Malik Franklin, en Elías skráður þjálfari í dag. Hann situr á bekknum. En þetta byrjað. Dómarar í dag eru Kristinn Geir Pálsson og honum til halds og trausts Egill Egilsson og við óskum þeim allt hins besta, en þetta byrjað. Dómararnir eru dýrutýpun í dag. Dýrutýpan. Tjas með fyrsta frákastið og koma Skagamenn upp völlinn. Tjas gera hára sinna og vel gert. Setur þetta á nýr. Þessi stóri strákur er nú ekki að halda Tjas fyrir framhansi í dag. Nei. Og Tjas kom líka, hann kom hratt tilbaka frá Bandaríkjum. Já. Það er góð. Þetta frábær vörn á vinnaboltan. Hann getur sér nýja skó. Já, langur fram á Hjalta. Klarar þetta ekki inn og frákastið endar í hendunum á Guðjóni sem kemur fram. Og snúningur hjá Arnóri og setur út á nýr. Jafnar leikinn í 2-2. Kemur Arnar Smári fyrir okkur. Tjas á Guðuna. Jerome í vandræðum. Spila þessum bolta og vill á Hjalta. Klúðislegt hjá hann. Já, smá fát á þeim hann. En þess má geta Guðni Guðna er alnafni föður síns sem að spilaði lengi vel með KFÍ og KR. Mikill höfðingi. Ég held að Guðni yngri sé nú ekki af góður að hann. Það náðu eitthvað einni. Já. En við hérna byrjumst velveringar á því að klukkan aðeins ekki í mynd hjá okkur en það ekki allt. Góður til Jerome. Sekkur fram Arnar. Jón Frímannsson. Hann fer á Þorleif. Vel gert. Kemur hann ekki niður. Þorleifur fær villuna. Mótastjóri KKÍ með dóminn sem hann hár rétt. Já, Jón Frímannsson á vítalína. Stengin út. Vítin hafi verið akkilesarhæll Skagamanna í vetur. Já. Þetta er ekki alveg sterkar liðin þeirra. Setna líka, en Jón tæpir á, kemur Jerome og setur þetta niður. Fyrstu stíðin Jerome kominn og sóknarfrákast. Skagamenn pressa, það ætti ekki að koma neinum á óvart. Nei. Og góð vörn hérna, það í stökustu vandræðum. Leifur kastar honum langur fram, en Hjalti þess þetta. Og hvað endar þetta eiginlega? Þetta endar út af.
og Ármann fær boltan. Nú skal hann halda pressun áfram. Leifur tekur boltan inn. Kemur boltan á Guðna. Leifur öllu vannur. Leif aftur. Leif setja vel, en misskilningur hérna á milli Arnórs og Þorleifs. Nú skal hann vinna boltan. Sjás á Guðna. Það er Guðna með fína vörn. Arnar ræst á körfuna, fær ekkert en Jón tekur frákastið og villa á Arnór. Það átti að vera villi eitthvað staðar þarna, ég veit ekkert hvort hann var þarna en kemur út á það saman. Tökum hann hana. Og Jón Frímannsson aftur á vítalínuna. Þú setjir bæði núna. Hann skuldar, mér finnst það. Nei. Setur alla á seinna. Skappar upp úr. Og Ármann fær boltan. Næstu búinn að vinna boltan fyrir okkar minn. Og þennan pressaði fram Leifur. Fyrir Guðna. Andrú Leif. Þegar hún til varnar. Leifur fyrir hótt í hotnið. Þú fyrir ógöngur en næri að vinna sig út úr þessu. Flott hreyfing hérna á Guðunni en vill á... Önnu vill hann að helta. Mér sýnst það. Já. Og Guðjón fer þá á línuna. Getur jafnað hann á leik. Setur fyrir skotið niður. Og setna líka. 4-4. 7 mínútur og 22 sekúndur eftir af fyrsta leikunda. Jerome kemur upp með boltan. Fer inn langt. Langt og frist. Ég get alveg liðað með þessu. Þorleifur tekur frákastið. Kemur Guðri upp með Guðna. Leif. Skórat skrínandi fyrir aftan. Leifur í þrist. Leifur er nefnilega einn af fáum mönnum sem að þegar hann hægði á sér í körfunni þá mist hann kíló. Já. Sem er svona 30 kílóum þyngri þegar hann var upp á sitt besta. Hann er ekki að gefa standi. Betur standi ég allavega. Jerome aftur, Jón fyrir skríni fyrir hann. Hann þarf eitthvað smá flæði hérna í sókninni á Skagamönnum. Já, sem sem Hjalta. Jón frí með frákastið. Vel gert. Og setur þetta niður. Og pressan að virka að Skagamönnum við vartarsporið næði þessu bolta, finnur Chess. Við aftur og Hjalta glæsileg sending. Þetta var glæsileg sending. Næstu því. Það koma Ármannsmenn Guðni, Chess. Skagamönnum gríðarlega viltir í vörninni. Já, Leifur setur hann í. Það var auðvelt leigja okkur Leifi. Chess. Jón í pikkið, Arnar fyrir út og þá er Hjalti leið svo hotninu, fyrir á Þorleif og vel gert við þetta. Þeir hérna sterkur upp á körfunni. Þorleifur reyndi að skrifa, ég held að hann lítið til í því. Og Leifur í pati en vill að dæmda á Jerome sennilega. Já, Jerome fær þessu veldu, fyrstu veldan hans. Arnar með fína vörðmaður. Chess næstu búinn að spila sem Guðni ferð á. Stóð lausu fyrir 5 árum. Já, Þorleifur. Setur þetta ekki, en gott sóknarfrákast. 2 röð hjá Guðni en Chess stilur boltanum. Og við finnum næstu í Jerome sem að mista hann hana. Þorleifur nærunum. Svo koma ármenningar. Snúningurinn mistir hann. Langur fram á Chess. Ég held ekki.
Þegar hann setur þetta niður, stóðsendingur á TS. Það er ágætis regla að menn með hnélífar eða ekki reyna að tróða. Nei. Þess vegna spilaði ég aldrei með hnélífar. Nei, ég spila alltaf með hnélífar. En brasind í körfunni, Þorleifur með frákastinn ekki að setja það niður. Og TS. Það er vel gert. Fyrir alla leið og setur hann ekki á ný. Ná koma ármenningar, þetta bara eins og bortennis, bara fram og tilbaka hana. Og Þarna gera menn allt fyrir áhörunduna. Já. Það er leikklip hjá ármenningum að ég held. Já, ármenningum. En já, staðan er Kalli búinn að fá nóg. Þarna sjáum við enn eitt skagamann í ármannsliðinu síðan sem er ekki Jón Rúnar hana? Jú, ég sá hann lapp inn með skyrtu og bindi. Enda alltaf huggulegur. Hérna er staðan í deildinni eins og hann er núna. Það vantar reyndar leikinn hjá IA móti Reyni Sandgerði ef ég sé rétt. Já, IA er með 14 stig. Eftir sigur á Reyni Sandgerði sá leikur bara ekki komin inn í statti hjá KKÍ. Álftnesingar á topnum með 11 sigra og 1 tap. Skagamenn hann í 3.-4. sæti með jafnir KR B með 14 stig og ármenningar eru hérna í 8. sætinu með 8 stig og geta lyft sér aðeins upp með sigri hérna í kvöld og Skagamenn geta blandað sér í topparóttuna með því að vinna hérna, við getum jafnað Val B af stigum. Og talandi stig, staðan er 12-6 fyrir Skagamenn. Hjalti og Jerome með sikkur 4 stigin og Chess og Jón Frí með sikkur 2 stigin. Og hjá ármenningum er Leifur Árnason, Guðjón Hlynur og Arnór Fjarlason allir með 2 stig. Hjalti komið 2 villur hérna á fyrstu 5,5 mínúndinu en hann þarf að passa sig. Hann lítur að geta falið sig stær í vörninni. Já, hann verður að gera það. Hann tekur Guðjón Hlynur boltan inn fyrir Ármann. Finnur Guðna. Axel komin inn hjá Skagamönnum. Og 3 stiga skot og þetta er onni hjá Guðjóni. Starið að tjasast hann. Setur þetta yfir hann. Það er vel gert með það. Gæsilega gert að Hjalta. Hjalta er í stuði, komið 6 stig. Það finnur Guðjón sem fer í 2 stiga skot. Geigar, Hjalti með frákastið, gott frákastið Hjalta. Chess, finnur Jón Frí og finnur næstu því Axel aðeins og Ég held að Axel hefði bara verið opinn. Þannig að fannst hann þurfa að hendi yfir einhvern og Það er kannski verið betra að það er bara skipt Axel fyrir utan og Jón undir. Kemur pressan í Skagamenn með að leysa þetta. Guðjón á komið 3-2 og Arnór setur þetta niður. Stoðsending á Brynjar. Sá hann nú tróða í uppbytun á hann. Það var ágjörð að það myndi tróða þarna yfir Hjalta. Gerði sem betur ekki. Nei. Langar hendur en Hjalti er snöggur. Finnur Jerome sem fer í hálfgerðan jumper. Jón Frí með frákastið. Vel gert. Það vil ég sjá. Það er svona ókipis stig. Finnur komið 4 stig og 3 sóknarfrákast. Pressan virkar enn og aftur á Skagamönnum. Hjalti með þetta. Vel gert. Þetta komið 8 stig. 18-11. Og pressan á Skagamenn ennþá virka. Leifur, ef einhver leysir þetta, það er að Leifur, virðist það. Hinn er agalega hastirraður eitthvað og hann bara drikkaði þessu upp í rólegutunum. Já, sóknarfrákastið Brynjari og róaði þetta aðeins niður. Eða hvað? Guðni. Ekki hornið og Hjalti stilur sem bolta. Axel og Chess. Chess myndi Róm á vangnum. Jón undir körfunni. Og ruðningu dæmdur á uppinn að Jón Frímannsson. Ég held að Hjalti var að neita að fara út af. Ragnar alltaf að skipta við hann og svo það Hjalti ykkur að handarhefingu. Og vorum við vittlust nafn í upphafinu. Ragnar er sjálfsögðu nr. 17.
Komur inn á fyrir Hjalta sem að vel gert hjá Jóni og kerir upp á körfunni, finnur Jerome og brotið á honum. Syndist að vera Leifur. Þetta Kristíker hafi dæmt þetta líkum en líkurnar voru góðar. Þetta vinnur hann í sama húsi á Íslensk Getspá og kann að finna stöðluna. Villan hafa verið á Arnór. Það er þá önnur villan hans. Jerome heldur áfram að taka vítin af rauðlínunni. Það er svo stuttur. Kannski hann hefði verið á svörtu línu eða verið hann í. Hann er mér sér langt frá rauðlínu. Hann fór Leifur á snemmen í teginn, Jerome heppinn. Braut? Hann er villa. Já. Braut hann núna? Ég sá það ekki. Niðri. Já, það þýðir ekkert að deila við dómarann. Nei. Það er nú bara þannig. Það er þá bara innkast, þetta er brot á gólfinu upp, þannig að það er engin víti. En þá er skipting hjá Ármann, inn á kemur Þórarinn Óskarsson og Arnór sest á bekki með 2 villur. Líkt og Hjalti sem eru með líka á bekknum. Og kemur skafan, Ragnar, TS, Axel. Það býntur okkur að Arnór út af. Þess að smá misskilningur á það. Jerome ekki með alveg nógu góða stöðu þarna niðri og Axel ætlar eitthvað að reyna að aðlaga sig að því en það gengur ekki. Kári Fannar Hannibalsson og sníka pítsu hérna pappa sínum. Sjálfsögðu pítsur í húsinu. Þetta var undarlegt skot hjá Þórarni og Axel tók frákastið. Kemur Jerome, Axel kemur utan á hann og Jón gefur pikkið og Axel fær hann fyrir fyrstinn. Ekkert nema net. Ekkert nema net. Koma ármenningar yfir Guðna, þetta er Þórarinn. Þetta er Guðna. Handbolta fundur hérna og Þórarinn fyrir ekki skotið Finnur. Þetta er glæsileg sending. Finnur Brynjar hérna. Þetta opnaðist eitthvað undarlega með það. Jerome upp með boltan. Gerir bara árásina. Já, þetta er fínt. Og upp inn. Jerome er kannski ekki líbrasti leikmaður í heimi en hann getur alveg spilað bolta. Já. Eftir að hann taki víti á kolvelli þessu stað. Mér syndist Leifur að fengi þessa villu. Hann hafa komið 2, ég samt sá það ekki alveg. En já, við erum að fylgjast með því seinna leik við Jerome fyrir línuna þar, hvort það standi svona langt frá líka eða hvort það sé að ruglast á línum. Ég er bara ekki klár á það. En hann setur alveg á hann í. Fyrsta víti skafa maður nónið eða ekki? Það er 1 af 7. Já. Það er ég og vondum þig. 2 af 7. Það er ekkert sérstakt. Það er eiginlega bara mjög lélegt. Koma ármenningar og það er Leifur sem leysir. Hann er mest látar þessari pressu. Axel á Guðni. Gerir upp á körfunni. Vel gert hjá Guðni. Komið 7 stig. Þetta er segur strákur með þér. Já, hann er búinn að hafa flottan leik. Áræðin. Jesse hraðan þrist. 5 stig á Jess. Það kemur Guðni. Mátti ekki Jesse með stórleik í fyrirumferðinu á mótið? Jú, hann ekki 53 eða ekki? Já, eitthvað þannig. Það var eitthvað aðgert. Góða vörð með þér. Hjalti finnur Arnar. Hægilegt. Vel gert. Það er bara leið. Og þriðja villan á Leif í fyrsta leikluta. Þriðja villan. Styrmir er samanlegur í því. Já. Arnar tekur vítin á réttri línu. Já. Hlýtur það að vera onni. Það skilir sér. Nú skal hann halda áfram að pressa. Áfram finnst það örugglega hundleiðilegt.
Skagamenn elska það. Og tæpir hann af, vel gert hérna. Algjörlega. Stólinn bolt í þetta kemur hann fram á Ragnar. Hjalti biður hann, Ragnar finnur Arnar fyrir utan. Sendur hann ekki, leifum við frákastið. 10 sekundur eftir. Þetta var nú eitthvað. Hálfglötuð völdana. Brynjar setur þetta Heyrðu. Og Ragnar setur þetta. Hvað er þetta sendingunni? Glæsilegt maður. Hvað er þetta sendingunni? Ég misti það. Tjass. Tjass með sendingunni. Sendingi var ekki við besta nefnilega. Vel gert í Arnar að klára þetta. Já. En staðan eftir fyrsta leikluta 31-17. Hljómar er svo góð sókn Skagamenna og góð vörn Skagamenna. Já. 31 stig skoraði í fjórðungnum og 17 á sig. En ef við rennum aðeins yfir stigastu menn, hjá IA er Hjalti stigastu með 8 stig, Tjess með 5, Jerome með 6, Jón Freyr með 4, Axel 3, Arnar Mári 3 og Ragnar 2 hann í lokin. Hjá Ármanni er Guðjón Hlynur með 7 stig, Arnór 4 eins og Brynjar og Leifur með 2, en Leifur með 3 villur og Arnór með 2 villur. Þetta er ágefni fyrir ármenninga. Þetta er allavega fínt fyrir okkur. Þetta finnst fyrir okkur. Við erum með 1 í villuvandræðum, það er Hjalti með 2 villuvandræðum, 2, það má næstu því að fá 2 í leikluta. Já, svona, ef maður er svolítið lélegur í starffræði, þá má næstu því að fá 2 villur í leikluta. Og Skagamenn, eins og svo oft áður, komur út af völlinn. Sindri komin inn á. Undan, Sindri mætti til leiks. Ég vilja sjá hann tróða sér inn á í fyrsta leikluta. Já, Jerome er sestur. Ég veit að Jerome er að hann sneri sig á æfingu í gær og var tæpur fyrir hennar leik. Þannig að þeir ætla að láta hann sitja aðeins fyrsta staðinni 31-17 og leyfa hann aðeins að hvíla. Og hann er líka með hnélíf, það er ekkert hægt að láta menn með hnélíf spila meira heldur en 25 mínútur í leik, sko. Nei. Skagamenn er með svolítið lítið lið núna. Tjess, Sindri, Hjalti, Ragnar og Arnar Smári. Já. Á meðan að ármenningar eru að Leifur alltaf að byrja inn á en þeir vilja ekki leyfa hann það. Þannig að þá lækkar hann aðeins lið ármenninga. Skafti kemur inn á í staðinn fyrir Leif. Og annan leikluti komin í gang. Arnar byrjar inn á ármenningum. Og Sindri beint í skotið, setur hann ekki. Brynjar með frákastið. Guðni tæpur á tíma, nær yfir. Og vel stólið hjá Tjess. Og aftur fyrir Sigurvísa. Og Hjalti setur þetta á niður. Sýningartími, 5 stóðsendingar hjá Tjess á 10,5 mínútur. Undreikni það. Það er síðan vörðstrákar. Hjalti nálægt í að stela honum hana. 14 sekundar á skotklukkunni. Tjess tæpur á. En hann er ekkert að drífa sig tilbaka. Og Guðni nýtir sér næstu í. Boltinn endar hjá Brynjari sem að Þessi drífur ekki. Jú, beint á Tjess sem að Hjalti nálægt í hana. Já, veitu hvað? Í þriðja villan maður, ansvarsvesen. Hver fekk villana sér? Hjalti. Var þetta Hjalti? Já. Hjalti komið 3. Óumbyrðan Hjalti náði ekki að setja þetta niður og þessu villuna í kjölfarið komið 3 villur. Já, það þóttu undarlegt þegar menn reyna að setja hann spjaldi onni svona byggt fyrir á með körfuna. Já. Það er bara eitthvað við þetta spjaldi onni. Ég held að það sé nærið að geta tróðið á honum heldur en að setja hann svona spjaldi onni. Þarna pundar Arnór á Jón Frímannsson og nær villinu á hann og Jón komið 2 villur. Þetta er veikileikurinn á Skagamenn að við erum þunnir í stóramanninum. Já. Nonni er líka segur að ná sér í villur. Arnór á línunni. Stuttur. Það er samt sennilega lengstur á vellinum. Og
Ég hefur þessum Arnóri. Stígur svona aðeins inn í vítið, flottum skóm, hugulegar hreyfingar. Vel greittur líka. Já, þetta bara... Brynjar hérna galopinn, leggur stað, finnur úr Guðna. Keyrir út Sindra, missi bolta, Ragnar nærunum. Chess. 2 stig. Nú koma Ármenningar hratt. Skafinn nálægt í að stila þessu. Sindri hérna. Kristingir ætlaði að henda honum í hináttina sko. En Egill sá þetta. Og kemur Djöró mættur inn á Ragnar út af. Það er að tala um að það sé gott við að vera dómari að kunna leikinn. Já. Hérna erum við með menn sem að hafa spilað nokkra leikina. Koma Ármenningar. Það er boltan ganga. Egið líka títilega 2. Já, það. Já, eitthvað með Snæfell held ég. Og þessi endar hjá Arnóri sem setur þetta ofni. Róm og Nonni ekki alveg sammála hvort ætlaði að taka boltan. Arnór kom með 6 stig. Og Sindri í þristinn. Áöpinn. Skapti með frákastið. Leggja stað Guðni. Pressan í skafinum. Landi var smá vandræði með að leysa þetta. Vinnur Arnór undir körfunni sem að bakkar á Nonna. Já. Og nú tók Djöró þetta bara, en sendur hann nú langt fram. Já, bara bjóstu því að Arnar hefði hlaupið. Það skilja vel. Arnar hlaupur alltaf. Við getum alveg liðað með þessu skoti held ég. Guðni neitar að taka skotið. Tekur svo bara, en Djöró með frákastið. Kemur hratt völlinn. Og fær villina, sækir þessa á Brynjar. Bara góð villi á Brynjari. Ég held ég að kalla hann Axel á hann. Brynjar. Hann hefði þetta svolítið Axelsvegur. Já. Ég veist að Brynjar hefði nú alveg getað sleppt í að brjóta á honum hana. Ég ekkert vissum hann hefði klárað þetta. Nei. Ég held að Djöró sé ósamlegaður. Og langt víti. Þetta er alveg magnaður. Vítinýtingin okkar er hræðileg. Ég bara sé eftir að ekki skráða hana. Bæði af. Og Brynjar með frákastið. Það koma Ármenningar. Skapti. Ég held við séum 2-10. Ég held að sé rétt hér. Guðjón og Brynjar. Skapti. Elías komur inn á fyrsta skipti í leiknum að ég held. Vel spilað. Þetta er glæsilega gert. Flott flétta hérna hjá Ármenningum sem enda með körfu frá Brynjari. Ef þið gefa sér smá tíma þá voru þið alveg að tæti sig svæðisvörnum í auga. Já. Það var skrítið skot. Sérst ykkur Airból og kalla sig bara út af. Axel líði kallinu og kemur inn á. Þú sér að fá sér smá kreatín. Það er eitthvað smá styrk í þennan unlið. Það kemur Elías, finnur Brynjar, leysir þetta vel. En, hver á það? Ármann. Nú tefur hann, þetta var flott. Enn og aftur flott spil hjá Ármenningum. Þeir eru skafinn í vandræða með þá þegar þeir ná að láta boltan ganga svona. Skoppa ekkert mikið og opinn þristur í horninu. Það er ekki... Þeir gera þetta allt vel nema þeir... Það hitt ekki neitt. Það hentar okkur okkur það. Já. Þetta brýst í gegn. Þetta heitir að brjótast í gegn. Komum 5 stig, 37-21, 6 mínútur eftir af fyrrhálfleik. Og enn og aftur lautaði boltan inn á Arnór. Það setur þetta niður. Þriðjaveldan núna. Þriðjaveldan núna. Og ég held ég á náningunum í 3 ár. Já. Það þurfa að láta bara þetta sér taka Arnór. Ég held að. Ekki var TS lengi út af, skipti við Jón. Það er búin að jafna sig á loftboltanum. Axel í að stíga. Já. Brynjar út. Axel var fjarki.
Arnór öruggur á línunni, komið 9 stig. Yes. Elias til Arnar. Finnur Axel í horninu. Það má ekkert gefa Axel galopinn fyrst. Hann setur það bara eiginlega alltaf vona. Hann 2 af 2 held ég. Chess áöppin. Elias finnur Arnór undir körfunni og setur þetta. Og lág. Hann kemur Brynjar. Já, fínu verkefni til Já. Það einhvern veginn, 40-26, mér finnst það samt ekki vera svoleiðis. Nei. Ég að vera stressaður hérna. Já, við þjálfara Ármenninga, bolti komin í leik aftur. Guðjón með boltan. Kemur hann að vinna á Arnór. Þetta er planið. Hann bakkar. Tökur snúninginn. Steldu hann í. Agalega huggulegt. 13 stig. Já, Arnóri. Þeir ráða ekkert með. Nei. Og Chess gerir þetta vel. Aðeins svo sterkur. Og Elias með frákastu. Og langar fram á Brynjar sem að tæpur á skrefum og alls konar. En kemst með það. Út í hornið á Elias. Kemur undir á Arnór. Sem skorar. Við þurfum aðeins að vera ákveða fyrir þeirra hönd hverju spila svo. Við eigum ekkert að láta hennan Arnór eða hennan númer 8 hjá þeim vera eitthvað að fá bolta. Eða hinum að leika sér eitthvað. Arnar Smári gerir þetta vel. Ég sagði það áðan þegar að skora að þetta var harðfylgi og hann gerir það aftur núna. Já. Þetta er sem hræðileg vörn sem Ármann er að spila. Þeir skora bara eiginlega alltaf þegar þeir fara á það. Sjá þetta, boltinn enda bara hjá Arnóri samt. Já. Hann er að vera þreyttur. Tjero með frákastið. Arnór er að vera þreyttur síns mér. Langar fram að senda. Beið frammi. Það er svona þessi handboltan þegar enginn í marki. Já. Niður allan völlin. Það ekki Tjero sem sendið það? Jú. Það koma Ármenningar inn á Arnór. Ég veit ekki hvort þið trúið því. Og það setur þetta á nýtt. Þeir eru líka að spila svæðisvörn, en það ætti að vera alveg ekstra auðvelt að ákveða hverju fá að spila sókn fyrir þeirra hönd, sko. Já, en Ármenningarnir virðast stjórna því. Og Sindri í horninu. Vittir ekki, Elias með frákastið. Og Arnar Smári stelur þessum og Jeróm. Já. Gert til Arnar í hana. Hann lítur kannski út fyrir að þægilegt að þetta hendur yfir Arnar. En hann fer alveg glettilega mikið upp, sko. Heldur betur Brynjar keyrir á körfunni. Setur þetta upp. 46-34. Arnar kemur upp með boltan. Skrínir frá Axel og Axel í þristinn. Þetta er alveg galið hérna. Það var smá hringur í þessu. Og kemur okkar maður Baldvinsson Ásbjörn, einnig þetta sem Bubbi. Fyrsta skipti sem hann kemur inn á leiknum og bróðar þessi tilbúinn að koma inn á næst, Þorleifur Baldvinsson. Ættaður úr Skógholti. Og Ragnar óöfn að það. Þá kemur skiptingin hjá Ármenningum. Elias fer af velli og Þorleifur kemur inn á. Sterkastu maðurinn úr Skógholti. Guðjón tekið boltan inn. Farin aftur út í hornið. Þorleifur langan yfir að Skafta sem fer á körfunni. Setur þetta inn. Ég get alveg lifað með því að einhver annar heldur en þessi þetta næstu heldur en Arnór sé að skjóta. Já, og Arnór er komið með 17 stig. Já, 17-36. Já. Og þetta hefði ég nú dæmt villu á Já.
sem Arnar upp með boltan, Ragnar í skríninu fyrir hann og Arnar vill á Þorleif og Arnar að fara á vítilínuna til þess að vonandi laga tölfræðan okkar þar í kvöld. Það er fullt að trúa honum í því. Er hann ekki með þessi tvö sem er búin að fara honni? Nei, það var Endona á það ekki. Hann bara mannaði. Nei. Það ætla að benda þess af 2-11. Jájá. Honni fögnum því. Það koma ármenningar. 2 mínútur eftir að fyrra leik. Arnór með góða sendingu á Guðjón sem klárar þetta vel. Ekki nýtt Tjess. Það er að reyna að róa þennan leik niður en ekki lengi þó. Finnur Ragnar í horninu, Kerinn á og Jerome í horninu, setur hann ekki og frákastið endar hjá Guðjóni sem leggur staðboltan. Finnur Skafta, sem keyrir alla leið. Góð vörn hjá Axel en boltinn endar aftur að Skafta, svo finnur Þorleif. Hún setur hann ekki. Mér langar ekki að stóðsending á það. Er þetta stóðsending hjá... Hann spilar leikur boltanum eða ekki? Jó, hann slæður hann viljandi þarna. Þetta er ásendingur, hann fær stóðsendingu. Og Þorleifur í bastli og fær skrefið. Ekki sáttur en Þorleifur er tilfinningu vera. Hann er líka heimaðli. Hann er heimaðli. Hann er að komast upp með svona. Já. En ekki það ef við séum að deila við dómara. Alls ekki. Ekki okkar stíll. Þeir á með einhverjum fighting og þetta er sóknarvillu. Jess fær sóknarvillu. Er þetta ekki fyrsta villan hans? Já. Já, fyrir mér þetta bara að fyndi hérna. Kristinn Geir var ekki að fíla þetta hjá honum, þetta að sækja þessa villu. Það koma ármenningar. Bubbi með 3 stiga, setur hann ekki. Ragnar með gott frákast og villa á Þorleif. Ekki bónustuða? Sem er þá 3. villan á Þorleif. Held ég alveg örugglega. Karl hugsar. Sem gefur hérna Þorleif merki að passa sig. Kemur Hjalti. Nei, Arnar, já, erfitt. Það er enginn að taka boltan en kemur hann fram á Arnór. Það setur þetta hann í og fær villu á Axel. Ég ætla að vera smá ósammála þessum dóm. Fyrst hann dæmi með sóknarvillu á Sjásáðan fyrir að sækja kontaktin eingöngu að þá hefði hann alveg mátt allavega að sleppa þessu. Já. Þetta er náttúrulega sama dæmi. Hvernig er það því að Axel hoppar upp? Skiptir það máli? Það veit ég ekki. Nei, ég er ekki klárað. Nei, þetta er eitthvað svona, þú átti eitthvað svona þinn sívalning og eitthvað svona þvæla. En svo er þetta bara eitthvað aðeins að læra leikinn. Þetta er sammála því að Sjásáði fengi villuna áðan. Þetta er svona að reyna að sækja eitthvað. Akkurat. Arnar setti þetta niður, hann er komið 20 stig af 41. Ragnar í hóttinu, fer fram hjá áspilniði sem finnur Axel. Hún setur hann ekki, Tjess, boltinn endar hjá Axel. Og ég hef alveg séð fallegri sóknir heldur en þetta. Já, þetta var skrítið, ég datt mér þessu bara út. Það er allavega að byrja að hlaupa í Axel í þryggjastæðarskotunum. Þetta er að gefa honum þetta. Ragnar fara hann úti fyrir langan þrist. Og setur þetta niður. Og 5 sekúndur eftir. Guðjón finnur Bubba sem er óheppinn. Hringurinn yfir. En ég hugsaði að sparka í toppútlit skiptið. En sem skagaði maður og þá ákvað hann að sleppa því. Ég fatt að það vissi betur. En þetta lítur bara vel út í okkar minnum þar. Kominn hálfleikur fyrir Akranesi 56-41. Elías stjórnaði þessu herforingi á bekknum. Hefur ekki stigið feilspor hingað til? Nei, þessi fjörðingur fór 34-25 fyrir Ármann.
og ef við förum yfir stigastu menn hjá IA Pjalti stigastu með 10 stig, Axel með 9 eins og Chess, svo kemur Jerome með 8 eins og Arnar Smári, Jón Frí með 4, Ragnar með 5 og Sindri með 2. Hjá ármenningum er Leifur með 2 og Skafti 2, Guðjón með 9, Brynjar með 8 og maðurleiksins hingað til Arnór Fjallarsson að ég held 20 stig. Köllum hann bara Arnór. Köllum hann Arnór. En við tökum okkur smá hlép en komum aftur að vörmu
Þá komum við aftur í þriðja leikluta. 56-41. Sama byrjulega á hann hjá Skagamönnum. Og þetta var haldið við Jón Frísi báðum með 3 rauðir. En nú ættu þurfa að bíða eftir hinu liðinu. Kalliða með messi sínum mönnum. En það verður forvöldilegt að fylgjast með það núna. Þriði leiklutin hefur ekki alltaf verið okkur besti leikluti. Og Nei, hann verður það núna. Ármenningur byrjum boltan, Guðni. Inn á Leif. Finnur Arnór sem klikkar en tekur sóknarflakastið. Aftur. Nei, hann orðinn agalega stuttur maður. Skutt undir hringinn tvisvar í röð hana. Velti fyrir mig hvort að Arnór sé með sóknarflakastið bónus. Já. Ármenningur halda boltana. Þetta Arnóri, tjestir þessu. Langur fram á Hjalta sem finnur Arnar Mára. Hann er svo fastur. Ákvæmt dæminu núna. Ok. Skemmti fæður villina. Heldur þetta í Dyróm. Gali hjá Kalla að skilja báða skorhaldsbræðina eftir á bekknum. Já. Og það er vel gert þarna hjá Guðjóni að stela þessum bolta. Komað 3-2. Arnór í sirkus. Klikkar, Leifur með sóknarflakast og setur hann í. Það þegar Nonni sé nú alveg haustu strákur að hann Leifur Árnason er alveg gríðarlega sterkur. Þáttur hann því grannur. Og Dyróm, gerir Leif. Finnur Jón undir körfunni. Vel spilað henni á Skagamönnum. Það var svona Nonni hefði bara sleppt í að grípa á boltan. Já. Það var komin yfir haus á honum áður en hann náði höndum á hann. Hvernig finnur Guðjón inn á Arnór sem bakkar á Jón. Stöður þetta hann í. Og það er mjúkt. Jón Frí náttúrulega á í vandræði með að beita sér almennilega á gegnunum hann með 3 villur. Þannig að hérna eitthvað að geyma það að setja Dyróm á hann og mikið aðeins smá sinni á þessu. Sykri? Það er þessu lótt. Klára þarna. Maður á ekki að setja Sigur á Sirius. Síðan hvernig? Ég ólst upp í það. Það eru breyti tímar maður. Þannig ert þú bara að lýsa. Ég er enda að borða alltaf cornflakes. Já, má setja Sigur það. Þannig að gera þið frostís. Já. Það koma Ármenningar, Guðni. Fyrir ekki skotið, það lendir í basli, finnur Leif. Og bakkar á Dyróm. Það er stærri leikur. Þá kemur Tess. Finnur næstu í Dyróm. Það var huguleg pæling. Já. Þeir kannast aðeins við hvernig hann. Spiluðu mikið saman í Suður Ameríku. Ég var að reyna að hugsa í hvaða landi þeir hefði verið. Þeir voru einhver. Og hann kemur villan á Guðjón, fyrsta villan hans ef að tölfræði mín er rétt. Hvað er þessi gamall strókur? Hver? Ekkert mjög gamall. Við Guðjón. Það var einhver spurning. Það er vel varið skot þarna. Í Nonni og í grímuna. Ég er eiginlega sem er vel brjálega þeirra stöndið. Nei, linsan. Ég hef prófað að nota linsur og bankar í bakið á þeirra að tóði í linsunni. Ég veit ekki hvort það er viljandi eða ekki. Það er skemmtilegt. Skagamenn voru með boltan. Já, þetta er gulli bolti alltaf. Það ekki? Það stoppaði yfir leikinn. Jón fyrir að velli. Nú á ykkur Skagamarinn að vera að aðstoða dómarana við að komast að réttri niðurstöðu. Það var 14 á klukku, já. Jón þarf að pússa linsun eitthvað aðeins. Nú Skagamenn með boltan, þér á hann.
Það á Leif. Út af Arnarsmára. Stuttur. Leifur með frákastið. Steig alveg vel út af þarna Leifur. Egill ákvað sleppunum. Arnar á dripplinu. Þetta ekki boði. Það er náttúrulega gaman að vera klókari í vörninni þegar Arnar leggur að staða boltan. Hann er ekki leikstjórnandi. Nei. Hjalti hleypur Ragnar. Það er blandað að Joel Embiid og James Harden. Getur þetta allt saman. Já. Og Arnar í erfitt skot. Jerome Blakvar með beint á Guðna sem kemur langa fram. Arnar er fyrstu fram. Mér þykir það leitt. Ég ætla samt að segja að hann lagði að staða á sama tíma og allir hinnir. Það var samt lang fyrstur fram. Já, þetta var bara virkilega vel sótt hjá honum. 26 stig, takk fyrir. Með meirinn helming stiga Ármenninga. Þá leggur Arnarsmára staðu, leiður í trafík. Þess, tökur boltan, hjá Guðni til varnar. Þess fyrir á hann. Og fyrir í jumper sem geigar. Róðlega. Ég veit alveg. Það hefði verið klókt hjá Jerome. Leifur komið 4 villur. Þetta er áhugjefni fyrir Ármenninga. Leifur er ekki sáttur. Gleðiefni fyrir Skagamenn. Leifur er ekki sáttur við þetta. En hann getur skoðað þetta í kvöldi í tíð. Þannig kemur heim. Arnars kerir upp á körfunni. Þetta veit hann að Leif. Leifur að fara út úr húsi. Nei, ekki út úr húsi en út af vellina. Það er Skafti reynir að taka þetta. Það var bara hendur hans á Guðna. Nei, 8. Hvað er það önnur á Guðna? Það var þetta Guðni sem fekk hana. Nei, já. Ég held að það ekki 8. Ég setti þetta á 7. Guðna. Já, það var Guðna. Já. En? Hinn heitir líka Guðjón. Já. Af því að við bestu vitum. En við klikkum víti og það er svo sem engin nýbyrði. Við hittum víti. Hvernig betur það? Ef ég var Ármenningur núna þá myndi ég reyna að vera snjall og bara henda okkur á línuna. Já. Aftur að leiknum. Hjalti stilur þessum bolta, kemur beint í leik á TS og finnur Arnarsmára í horninu sem fyrir þriggjastigaskotið og hittir ekki. Jerome með sterkt sóknarfrákast. Þessu erfitt skot. Virkar ekki. Leifur á fætur hana. Guðjón á Brynjarsen klukkar og Ragnar tekur frákastið langur fram á Jerome sem klikkar. Sér sem frákastið. Að sama skapi og Arnar á ekki að vera fyrstu fram og þá á Tjás ekki að taka sóknarfrákast. Nei, það er rétt þegar. Það var svona eitthvað fát í leiknum hana sem endaði með þessu skoti. Nú er það Skagamenn að fara að vera aðeins klárir. Ekki að leyfa honum að taka leiður. Það er aðeins snjalli sóknarlega. Þetta er eftir að koma hérna niður í 6 stig. 59-53. Þetta er þriðja leikluta syndrom með að koma. Hjalti finnur Arnarsmára sem klikkar og frákastið endar hjá Arnóri. Já, góð vörn Arnar. Ákvað vörn, já. Getur hann hana. Og missir hann út af. Skæðina á boltan. Það er eitthvað mitt síðan að sem er hann Guðjón. Þetta hefði vonandi ekki verið alvarlegt. Brunasár og búið. Og Elías þjálfari Skagamann hjálpar honum að fætur, heiðursmaður. Elías hefur ekki stigið feilspor í kvöld. Ekki feilspor. Þetta er ótrúlega framistæð. Jafnvel betri hendur en Arnar. Já. En það koma Skagamann. 5:40 eftir. Þriðja leikluta af 6 stigamunir 59-53 eftir að Skagamenn það er 12-3 í þessum leikluta eða 3-12 TS svo driftum við þurftum þessa körfu þá koma Ármenningar komum við vinna og finnum Guðjón Ragnar til varnar, Guðjón í bastli Nei. Ragnar fara villuna. Eitt af alversta sem hún gerir í körfubolta er að gagga á dómarann þegar hún svona grunar að hann hafi gert mistök. Brynjar Lampin fyrst til að gera á með frákastöðu.
Arnar Smári keyrir upp á körfunni. Hann er búinn að gera þetta virkilega vel í dag. Hann er alveg ógeðslega góður maður. Og þeir leysa þessa pressu vel og þá var allt galopið. En aðeins og flókið. Það endar út af. Það er að halda áfram að vera smá snjallir. Keyra á það engan asa sóknarlega ekki nema við séum með hraðaflugu. Ármenningar alveg til í að spila þennan leik hratt sko. Sérstaklega Arnór, það fyrstum fram. Já. Nú stólinn bolti hjá Skafta, vel gert. Og finnur svo Brynjar sem klarar. Guðjón fyrirgeður. 11 stig á Guðjón í kvöld. Arnar Smári pikki frá Ragnari. Arnar komið með Arnar á sig. Finnur Hjalta galopinn. Ofstuttur og Ragnar. Eftir Ragnar. Ekki veit ég hvað... Þessileg villa hérna maður. Já, ekki veit ég hvað bekkurinn hjá Ármenningum var að kvarta og... Það eru 2 mínútur í handbolta. Grípið skotundina. Hjálmar liggur eftir hérna... Nei, Hjalti fyrir ekki liggur eftir hérna. Eftir þetta högg, hann er bara, þetta er sláttur. Það er spurning hvort það er dómararnir nýti sér varið og koma að sjá þetta hjá okkur. Hvernig er það? Megið þið skoða hvað sem er? Já, okkur, já. Já. Við liðum hvað sem er, sérstaklega þeim. Það liggur að við stökkum bara niður með síman. Ég heldur hendi upp. Heldur það? Nei. 2 mínútur í handbolta. Já. Mátt ekki grípa í skotund. Nei. Já, bara hvað. Þetta er alltaf hárrétt. Ég sá samt ekki, ég verð auðvitað, ég sá ekki hvað gerðist þarna undan. Það er ykkur haldið í ykkur alveg potti. Mér sýndist bara að vera allir haldið í alla. Já, einmitt. Hann sagði að þetta væri óvænt. Bara heiðraslag hérna upp í stúku. Hjalti að taka vítið. Já, það þarf bara að setja það setna. Við varum að skoða þetta einn aftur og þetta var bara hárrétt. Við vissum það. Og Kristningi. Og Egill. Já. Og fór skama með boltan aftur. 14 sekundur á klukku. 64-55. 4 mínútur og 15 sekundur eftir. Tjæs. Í þristinn. Þetta er ekki. Ragnar aftur með sótafrákastinu. Þarna verður það hafa lagalega. Ragnar litur eftir. Þetta er... Þetta eru samkvæmt Brynjar Þórbjörnssoni bestu þryggjastæðaskotin til að taka. Strax eftir sótafrákast. Hvernig fellir öll inni til að reyna ná frákastinu. Já. Og ég sé að hlaupa í áttina þeir út. Og ef ég á að hlusta á einhvern þegar kemur það að tala þryggjastæðaskot, þá er það hann. Það tekið nóg að þeim. Já. Og Guðni lappar í gegn, 71. stíði sinni leiknum. Hann skaða. Tess. Og Ragnar í barðinni. Þetta er vel gert það. Mér finnst Arnar stundum full passíu sóknarlega. Þeir hafa aldrei stoppað henni í kvöld. Nei. Hann bara hleypur fram hjá þeim. Já. Það verða miklu gráðari við þetta maður. Skipta skæða með Ragnar fyrir velli og Axel kemur inn á. Og ekki fyrir að passa of mikið á hann. Þegar hann bara að gera eitthvað. Þetta er frábæður. Vel gert í Jerome, les þetta. Tess, það er kontaktinn, aftur og aftur og þeir bara alla leið. Boltinn endar hjá Jerome sem að... Guðni heimta villuna, fær hana. Hver var það sem blokkaði Tessana? Það sýndist að vera Guðjón. Já. Jerome á línu.
Utanhip. Heyrðu, hann skýtur miklu nær þarna meginn á vellinum. Hann er samt ekki á línunni. Bæðin er Miklu betri þarna. Já, miklu betri hana. Djurá fer á velli, Jón Fríð kemur inn á, Djurá með 10 stig og 8 fráköst og 5 stóðsendingar í þessu leik. Fínt framlega frá honum. Þetta er alveg sigurstrákur með þeir. Sjáum það að Ármenningar hafa greinilega farið yfir því hálfleik hvernig þetta leysa þessa pressu, því að það er allt annað að sjá til þeirra núna. Þú getur fleiri leyst þetta heldur en Leifur. Það reyndi Skafti að koma boltanum inn á segulinn en gekk ekki í þetta skipti. Þarna gerir Hjalti samt vel að koma sér fram fyrir hann og heimta þá bara hjálpina fyrir aftan. Akkurat. Í staðinn fyrir að vera bara að leyfa honum að fá boltan óareittum á póstinu. Hann gerir líka sendingun erfiðari og þess að móða skila henni beint út. Hann kemur Hjalti, leggur á staðinn í teginn, óheppinn, Jón Fríð mættur á vaktina. Já, við hefum hennar bolta. Það er gert með henni. Jón Fríðmansson kom með 4 sóknarfrákast í þessu leik. Núna eru ekki búin að halda þeim svolítið inn í halda sókninu gangandi. Já, nú kemur Elvar aftur inn á Arnór sett á bekknum. Elvar? 28. Já, það er Elvar. Það getur verið Jóni Trafík. Þetta er villa. Það var langt. Hún sótti þetta með mikilli elju. Tók 5. sóknarfrákastið sitt. Eitt vítaskot. Mólar eins og Svali segir. Það er líka brauð. Já. 9 stig. Skamin aðeins að slíta sig frá Ármenningum sem gerði áhlaupinu í byrjun 3. leikluta. Það er búið að svara því. Leifur gerur á hverjunni, lendir í basli. Og Tjess. Það er svo bíð eftir. Ég vissi ekki, hann vissi ekki hvað hann ætlaði að gera. Það var að halda Arnar alltaf að hlaupa. Já, hann ætlaði að gefa hann. Svo þegar Arnar einhvern veginn bara var fyrir hinum manninu og það var eiginlega hljópa enginn. Þessi vill er á gólfinu. En Jón Fríðmansson er að fá að ég held villuna að fá það 4. villan hans. Það er allt í leið. Nonni nýtir sína villur. Já. Jón Þór Þórðarsson sér að leikurinn er búinn og strax byrjaði að taka saman boltana. Það var þetta með villu hann núna. Brynjar hann að pundar Jón undir körfunni og Jón er til í það. Nú er einmitt Nonni í körfungarsjálfum hjá sjálfum Ragnari Nathanielsinni í hádeginu held ég hverjum degi. Já, það er vel gert. Þetta er ekki að geta kennt honum Vel gert. sitt að bæði vörn á póstinum og sókn á póstinum. Já. Það kemur skipting í skagamanum. Gabriela kom inn á það held í fyrsta skipti í dag. Skiptir við Arnar Smára. Arnar Smára kom með 14 stig. Það er sára að fá hann skotum. Það er ekki eins og hann sé drítandi þetta sko. Nei. Til þess að fara á línuna. Hann hefði yfirleitt skilað vítunum sínum, þannig að hann geti sletta aðeins út hérna nýtingun okkar í vítanýtingun okkar í dag. Nei, hann ætlar að handa sér. Ykkur bölvun á þessu. Já. Ég held að verði vítaskotaæfing á morgun. Þessi skófranni. Þá koma Ármenningar. Guðjón með boltan. Það er Gabriel. Það er leikmaður nr. 10 á Ármenningu. Var hann ekki kominn á? Jú, Elias. Hann kom inn á frá líka. Og vel gert hjekk. Hann er hjekk Brynjar í loftinu. Þessu hotnum maður í handbolta. Ekki það er þessi. Tjess.
Næstu að skipta þarna Jón í lang og Hjalti, já smá sirkus í Hjalta þarna og Brynjar keyrir á Skapti í þristinn, setur hann ekki og nær frákastur sjálfur og boltinn út í hornið á Guðjón, vel gert virkilega vel gert 13 stig á Guðjón í kvöld Við verðum Skagamenn að halda sjó út þessa eina mínútu 75-63, 12 stiga munur Tess inn á Jón sem að setur þetta í Jón kom með 11 stig og Guðjón fyrir þristinn Leifur spila eins mikla vörn og hann komst upp með á hann án þess að brjóta Já Elias með völlina Nú held ég að Tess í bæði Tessa var á línuna Svo hafa þessu mikla trú á vítunum að það alltaf bara einn í frákastinu. Já. Ég veit ekki hvað þessu trú kemur, en fyrir vítir honni. Með þessa trú eins og aðra, það þægilegt að halda í henni en óttalega þvæla. Kemur þér á minna og Jón tillir sér niður með 4 villuna sínar, 10 stigin sín og 6 frákastinn. Elias Gunnar Brynjar og Leifur tæpur en nær þessu og fínt spil sem enda með 2 stiga körfu frá Skafta og mér sýndist Guðjón verið með stóðsendinguna 17 sekundur á klukku, 21 á leikklukku og Hjalti gerir árásina og fær villuna, þetta er hárrétt. Skagamenn í bónus. Þeir eru búin að hitta á 2 vítaskotum í röð. Þannig bara 2 eða 3? Já, hérna hann hitti seinna á hann, 3 röð. Þetta er alveg magna. Nei, nú bara hættir að klika. Þangað til næst. Hjalti bætir 12 stiginu sem við og getur komið í 13. Gerð það, 5 í röð, 5 víti í röð hjá Skagamönnum. Pressan með Skagamönnum svona frekar lélega en og langur fram á Guðjón sem kemur nú út Elias sem kemur nú Brynjar sem kemur nú á Skafta sem fyrir Tristinn lítið eftir að leiknum og óhefni hana. Þetta var fínt. Það var ágætis kompakt. Ágætis comeback, 81-65 25 stig Skagamann á móti 24 stigum Ármenninga í þessum leikluta þannig að Skagamann rétt úr kútnum hana í seinni hluta fjórðungsins. Já. Við seinir inn úr hálfleik og mættu eiginlega ekki þetta fyrstu mínúturnar en það er alltaf gott að taka sig aðeins á. Það var aðeins hægst á Arnóri sem er samt sem áður með 28 stig og er langstigast á vellinum. Guðjón er komið með 13 og Brynjar 10. Þetta er svona stigast menni á Ármenningum hjá Skagamönnum er Tjessar stigast með 16 stig. Arnór Smári með 14, Gerum 10 og Hjalti 13. Axel með 9 og Jón Frí með 11. Skagamenn mættir út á völlinn og bíða eftir gestunum.
Það var fjórði og síðasti leikluti að fara í gang. Skagamenn byrja með boltan og það er Hjalti sem tekur boltan inn. Kristinn gefur Rittarabónum merki hvað þessu tilbúinir. Svo eru tilbúinir. Þá getur boltin farið í gang. Þóra leikluti hafinn, Tjess. Ekki frá Axeli sem að næra að opna sig en Tjess kemur ekki boltanum á hann. Hjalti út í hornið á Sindra. Þriggja stiga. Sindri mætti til leiks. Komið 5 stig og Sindri ætlaði að stela þessu, var hans að set. Guðjón kemur með boltan, finnur Leif út í hornið á Skafta sem kemur honum ekki inn á Arnór en þeir eru að flækja aðeins fyrir það núna. Já, kominn tími til. Nokkuð sem Arnór langar í eina körfu viðbót og koma sér í 30 stigin persónulega. Ég hugsaði hann langið frekar í 6 körfur og koma sér í 40 stigin. Já. Þegar þú segir að held ég sér rétt hér. Og ekki steg á Guðjóni. Boltinn endar hjá Leif sem kemur um þetta Arnór. Hann ætlaði bara í 3 stiga karfa. Það er líka James Harden með hverju mínútunni. Það er rétt, já. Aðeins meira skegg á þetta komið. Tjess. 3 galopnir inn á kantinum. Finnur Sindra sem kemur inn á Tjess sem setur þetta inn. Þetta. Það eru 2 höfðum hærri en hann undir. Og koma ármenningar, Leifur tæplar á skrefinu. Finnur Guðjón sem keyrir inn á körfunni. Sterk hjá Guðjóni. Komið 15 stig. 89, 67, 22 stiga munur. Við höfum í síðasta heimaleik séð það hverfa og Sindri. Hann var heitur. Og fyrstu fram er Arnór. Þetta er villa. Góð villa hjá Axel. Ég veit ekki ykkur Arnór að kvarta núna. Nei. Dómararnir ræða hérna eitthvað málin, það er eitthvað í gangi. Jöfnir hans eru í dómgæslunni líka. Fínt. .86, 71. Ekkert net í honum. Og ég er ekkert að grínast, ég er komin í línu 2 í stigaskörunni hjá Arnóri. 33 stig. Það kom Tjess. Axel Píti, pás, fær boltan, leggur af stað, finnur Hjalta galopin í horninu. Sutum ekki, Jerome með frákastið. 2 stig. Glæsilegt. Og koma ármenningar. Þorleif og Hjalta. Finnur Leif. Finnur Guðjón í horninu. Aftur út á Leif. Hjalti næstu búinn að stela þessu. Þetta er fín vörn. Og Skafti fyrir þristinn. Setur hann ekki og Jerome nær þessu. Þetta er skrítið. Hérna hvernig eru Olba, ég er mjög ósammála. Tjess, óheppinn. Leifur hérna með frákastið. Langur fram á Arnór og fór þetta ekki á Tjess. Jeremy í sig. Nei. Ég held að enginn vita hver átti þennan bolta. Nema Egill. Leikklukkan er í gangi. Strákarnir eru að drífa sig heim. Voru að spila leik á hann. Dómari, klukkan! Komið langt frá með hálftíma. Dómara, klukkan gengur! Þetta er ekkert að drífa sig heim. 7:39 er rétt! 7:39 er rétt! 7:39! Klukkan gekk hérna þegar leikurinn stoppaði en stjórnandi útsendingu IATV
með puttan á púlsinum. Örn Arnarsson sá það og leiðrétti það að þetta sé 7:39 en ekki 7:08. Hann hefur engan skilningu því að strákarnir þurfa að komast heim að sofa. Nei. Þetta kennari og veit betur að þeir fara ekkert að sofa. Leikurinn byrja aftur. Ármenningar með eitthvað pressu líki. Leið sem þetta Hei á Skagamönnum. Ég var náttúrulega að leggja stað. Smegist hérna á milli. Snákur maður. Keyrir á Leif. Það reyndar í erfiðu skoti. Þorleifur með sendingu, kemur hann þó. Og Arnór klikkar. Jónu frákastið, kemur Chess. Hann upp, sendir hann á Jerome og setur hann ekki. Leifur með frákastið, kemur nú Þorleif. Og Hjalti tæpur hana. Vill meina hann hefði farið í hann eftir að hafa komið út af en Það er sammála. Kristinn var ón í þessu. Ég hef aldrei heyrt Hjalti að ljúga allavega. Hún er fínu vörn á Arnór. Og Þorleifur sterkur upp. Svo þetta í fyrstu stíðin hjá Þorleifi í dag eða kvöld. Jerome nefndi nú ekki alveg að spila vörn hann. Ég meina að hann hefði ekki að stoppa Þorleif. Hjalti, smá æfingunum nota Jerome í byggið, finnur Arnar Smára, keyrir á Guðjón og tekur Eurosteppið og setur þetta hann. Vel gert Arnar Smári. Komið 16 stig og er á leiðinu línuna. Sá nú ekki hver fekk villina, var það Þorleifur? Ég held að það verið ykkur í Ármann sem fekk villan allavega. Já, þetta er. Gæti að vera Arnór, ég er ekki alveg kláraði. En Ritter bara með þetta, hann vill til. En þeir taka Arnór út af og Arnar Smári á línunni. Setur hann niður. 17 stig. Koma Ármenningar, Leifur tekur upp boltan, pressan góð og þeir ná þessu. Brynjar út á Guðjón, glæsilega gert hjá Guðjóni. Þetta var nú meira sírópið maður. Yes. Fyrir allir leif, setur þetta upp. 20 stig á Chess í kvöld. Og nú verður Skaman aftur að hleypa þessi í smá pressu sem að Guðjón leysir, finnur Þorleif út á Skafta sem gefur aðeins á Leif. Já, góð. Er þetta vill af Jón Frímannsson? Nei, já, rauðningur á Leif. Það er 5. villan. Það er 5. villan. Ágætlega að meta það. Já, þetta er bara, ég held að það sé rétt hjá Kristni, hann fer með öxlinu undan sér. Og nú er Kristni búinn að leika 4 sinnum fyrir Leif, en Leifur er samt ekki sannfærður. En aftur, hann getur tjekkið þetta á IATV. Jerome. Jeromeurinn leikstjórnandi Skagamanni hérna. Já. Chess. Jerome í þristinn, setur hann ekki og mikill. Það er verið að dæma núna. Ég er ekki viss að sé. Það er ekki 5. villan núna? Það er 5. villan núna. Ná ekki að vera vesanast, hann er útskýrt þetta fyrir Kristni, en Kristinn er búinn að sjá svo marga leiki gegnum tíðina, hann veit bara að þetta er ekki rétt. Já, nú kemur Þorsteinn Helgason inn á. Fyrsta skipti í dag. Mætast 2 kvalifera sveitungar, Þorleifur og Þorsteinn undir körfunni. Báðir í 3-1-14. Bara annað þeirra með ennisband. Það veit allir hvað það fyrir. Já. Og Þorleifur keyrir á Þorsteinn. Vörðsteini maður. Góða er með Brynjar með sterkt frákast. Vel gert. 5. sóknarfrákast hans Brynjars í þessum leik. Hjalti keyrir á Bubba, finnur Steinar næstu því. Vill á gólfinu.
Steini hefur örugglega feikað svona þrisvarsinnum og svo sett á hann í. Já. Vill á Bubba. Jerome á Þorstein. Það gerir Steini, keyrir körfunni, sendur hann út á Hjalta. Það er skemmtileg barátta á milli Steina og Þorleifs núna. Vel gert hjá Steina, hann opnaði allt fyrir Hjalta þarna sem hann nýtti það bara á spjaldofinni. Og svo Guðni. Rekur sem með fram. Fer yfir miðina. Jerome missir hann, Hjalti tekur við, Hjalti missir hann og Guðni hleypur áfram. Finnur Þorleif sem fyrir þristinn. Bara nett. 95, 80, 1, 4 og 40 eftir Hjalti. En sjálfur, bara Ég veit ekki alveg af hverju, en mér finnst svona eins og Skagamenn þykir líklega að Ármann vinni heldur en Ármenningin. Já. Hann kemur Guðjón. Ég held að hann hefði átt að trúa þessu. Já. Hann getur sér aðeins minna því að hoppa hátt og meira því að stríða yfirvinnum. Þetta er Guðnar, missir aðeins taktir hann það, nær nú aftur. Aftur missir hann, nær nú aftur og gefur svo bara Brynjar. Brynjar þakkar fyrir sig og leipur stað en hann fer yfir miðjuna, en þeir sjá það ekki. Það voru að fara allir yfir miðjuna núna. Það er það svo leiðis. Báðar lappir yfir, þetta er vita Þorleif. Já, þetta Þarna ætti Kristinn Geir nú að sjá sóma sinni í því að nei, ég held að það veri bónus. Það átti ekkert að vera þetta. Brynjar fara villina. Vill meina að hann hafi blokkað þetta sem ég held að sé rátt. Bara þvæla. Hann neglir hann saman þótt að ná í hendinni smá í boltar. Jón Rúnar er eitthvað aðeins að kenna Agli reglurnar. Já. Ég held að þetta sé fínt við Skagamenn. Já, 3 mínútur og 50 sekúndur, 14 stiga munur. Það vill þannig til samt í körfubolta að þetta er engin munur. Þannig sé. Það er fínt að hafa hann, en það er líka fínt að vinna hann upp. Þannig að sjáum við Þórfreyr Jónsson geða sér á appelsín. Ég held að sem er vatn í þessu. Nú kemur Elvar inn á. Elvar mætti til leiks í fyrsta skipti í dag. Kom inn á fyrir Steina. Kemur fyrir Steina, mér sýnist engar aðra breytingar vera á liðunum. Nei. Skagamenn treysta Jerome fyrir vítunum, engin í frákastið. Það þykir mér undarleg. Það Hjalti sá að sér. Miðið möguleikið, það er nú bara þannig. Já, gaf Jerome öryggi, þannig að hann setti þetta niður. Sjás á Guðna. Þorleifur hint á boltan. Elvar með Brynjar í gjörgæsliðuna. Þeir Arnar Smára. 2 stig. Það er eitthvað eldinguböllum. Og pressan klikkar hérna, þá eru komnir 4 á vel gert hjá Guðna en óöppin, Hjalti með frákastið. Langur fram á Jerome. Sér Elvar. Æsilegt. 2 stig, Elvar konublað. Jerome mataði hann hérna með skeið. Og Jerome rífur boltan á honum. Finnur Jess, sem finnur Jerome, sem er í bastli. Og enda með því að Guðjón tekur boltan, leggur af stað og Guðjón á móti Elvari, gefur á Bubba sem Glæsilegt Elvar. nær ekki skotinu. Við blokkað hjá Elvari. Ég verður til að sjá hann taka Mutombo veifið. Elvar er allavega að koma inn með trukki, 2 stig og blokka skot.
Guðjón tekur boltan inn. Finnur Guðina, stendur á línunni, langur tvistur. Hann Þeir eru búin að gefa honum skotið allan leikinn og hann neitar öllum gjöfum. Já. Tekur sér eitt inn í lokin og ekkert nema net. Já. Sem betur fyrir byrja hann ekki á þessu fyrir. Já. Kemur Arnar inn fyrir Þorleif. Já. Arnór. Komið með 33 stig hann Arnór í leiknum og nú ætla Hægði stressir á honum í seinni hálfleik. það að pressa. Jú, með 20 og eitthvað í hálfleik. Kemur Elvar í skríni fyrir Arnar Smára. Nú var Arnar til dæmis bara rekall í burtu. Með Arnar á sér. Elvar langar að rekur alveg í burtu. Guðjón er tilbúin fyrir aftan. Það var að taka skotið. Já. Hann fyrir ekki gorðina. Leggur á stað. Já. Illa á Brynjar. Ég held að Arnar sé langt besti leikmaðurinn í þessari deild. Já. Því sem var alveg frábær. Kemur Elvar af velli eftir og Jón Karl Kristján Traustason kemur inn á fyrsta skipti í leiknum. Arnar á línunni. 1 skot. Komið 21 stig og gerir það 22. 103, 84, 2.25 eftir. Guðni. Jón Tryggvarnar. Guðni leggur á stað. Finnur Þórarinn sem kemur á Bubba sem hann honum ekki yfir Arnar Smára. Þið geti ekki sett yfir Arnar Smára, hann er búinn að sýna það. Ég reyna það samt. Hann lítur bara út fyrir að vera svona lítill. Já. Guðjón tekur boltan inn. Finnur Þráinn, sem finnur Bubba, sem finnur Guðna inn á Arnarina. Og galopinn. Setur hann ekki, Þórarinn með gott frákast. Setur hann ekki, annars séns. Nú eru lengjar með það. Mótaði alla sentimetrina hana og það hjálpa honum í sóknarhókustu korfu. Með tjæs. Ég vil meina að við hefum átt að prófa að steina á Arnór fyrir í leiknum. Þú ítir ekkert steina. Nei. Steini er Arnar í langan drist til að kórona þennan leik sinn. 25 stig, takk fyrir. Skiptir ekki svip. Og Guðni. 2 stig. Komið 6 stig. Ég held þessi öll í þessum leikluta. Já. Arnar Smári. Hjalti kemur í skrínið. Áttan vill það ekki. Steini, manstu? Hvað sagði þið? Eitthvað annað. Hvað var þetta? Ekki hérna að dæma steina. Nei. Já, ég getur bara sagt ykkur það. Ég sá þetta ekki. Þetta var langur dómur. Fyrstu mistök Kristinn Geirs í dag. Já. Og flott sendingin á Guðjón. Þeir alveg segja strákar þessar ámreiningar. Algjörlega. Dunniður Val B síðasta leik. Það er ekki margir gert. Hver er fyrstu fram? Arnór nokkur 33 stig. Setur hann ekki. Gott frákast til Bubba. Þráinn stuttur. Tekur frákast aftur. Stuttur aftur. Sjálfsagt nýju í læri. Hæ? Sjálfsagt nýju í læri þegar hann var að reyna að smóka sér út á millan. Eitthvað að kvenka sér. En góðu fréttina fyrir hann er að það er bara 45 sekundur tæpar eftir þessum leik. Og Þráinn er á vítalínunni. Hann hefur ákveðið að taka 2 róma á þetta og skýtur frá vitlausu línu. Já. Nei. En það, jú, ég ætla ekki að vera hana. Setur hann Ég ekki. veit ekkert hvað hann er að gera. Þeir eru líka undarlega nálægt hvor annari. Já. Arnór en Steini mættur. Nei, hyrðu. Tekinn hálstaki. Steini hættar á línuna. Ég ætla að gefa hann 2 stig. Já.
Ef þetta er ekki óþrjóttumannslið vilja fyrir hálstak þá hefði ég vilja gefa hann 2. Það er Steini setjað á honni. Og við gerum út af að Gabriel kemur inn á og Tjess fyrir út af og Sindri kemur inn á. Minnst það. Það á ekki verið að senda Steina svona misvísandi skilaboð. Tæpur. Þegar hann setið þetta víti að það var hann næst hæstur í vítaendingu leiknum af Skagamönnum. Já. Setur hann ekki. Baráttan frákastið sem endar hjá Þránni sem brunnar fram. Setur hann ekki. Jón með frákastið. Og kemur Gabriel. Vinnur Arnar Smára. Læsilegt fyrir Skagamönnum. Það Arnar var fínn leikur eða? mjög fínn leikur. Arnar ætlar að láta tímann líða. Finnur svo næstu því Sindra. Og Bubbinnar frákastinu. Kemur fram á þá en við það gellur loka flautið. Tvöfald á Arnar þarna þegar hann að drifla út leikinn. 106-89 eru lokatölur. Þetta þýðir það að Skagamenn eru konum með innbyrðis Ármann ef til þess kæmi. Ármann vann fyrir leikinn 101-88. Við vinnum þennan leik 106-89 sem þýðir það að við erum 5 stigum yfir á samtals. Örstutt yfir stigastu menn við byrjum á heimamönnum. Arnar Smári maður leiksins 25 stig. Hjalti 15, Jónfrí 11, Jeróm 13, Axel með 9, Sindri með 5, Ragnar með 5 og Elvar með 2. Hjá ármenningum var Arnór langstígastur með 33 stig og stigastur maðurinn á vellinum. Guðjón skilaði 19 stigum, Brynjar með 12, Leifur með 8, Þorleifur með 5 og Þráinn með 2, Skafti 4 og Guðni 6. En það langt í næsta leik hjá okkur hérna í körfunni. Það er 7. mars held ég á móti Leiknir ef maður rétt. Landsleika liða núna? Jú, en það verður eitthvað fótbolti í febrúar pottþétt. Jónari, þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir mig. Örni, þakka þér fyrir stjórnuna og Arnar fyrir myndatökuna og Heiðari þakka þér fyrir að vera hérna hjá okkur í lokin. Sjáumst næst, takk fyrir okkur.